Jæja, ok. Þá erum við komin aftur. Í dag það sem við kalla ensku eldhúsvaskurinn, eða the kitchen sink. Það allt sem svona út undan og ég safna saman í einn fyrirlestur. Þetta átti að fjalla kafla 3,5 sem svona nýting, hagnýtingar, beiting á röðun og ég kem til með að fjalla það en það tekur eiginlega bara 2 glærir. Þannig að ég hef safnað saman ýmsu öðru með annars dæmum úr bókinni og úr prófum og öðru. Einhver spurning ára við byrjum? Ok, ef við skoðum fyrst hvar kemur röðun við sögu. Hérna eitt dæmi. Okkur gefur fylki eru öll stökin eins. Hvernig finnum við út af því? Þá segið þið, við röðum við fylkinu fyrst. Hvað gerum við svo? Akkurat. Við berum saman samliggjandi stök og athuga hvort einhverju þeirra sé eins. Búið mál. Til að mynda, þá skylt dæmi, við ætlum að losa okkur við alla endurtekningar. Finna þau gildi sem eru mismunandi. Við getum gert það á sama hátt, ræða fylkinu, farið í gegnum það og eitt út þeim stökum sem eru það sama og stækið við hliðina. Hvað með þetta hérna? Algengasta stakið. Ef talan fram með sammála talan ég, þá bætum við einu við og síðan gemum við það stak líka, skildi á það stak líka. Já. Ok, þannig að við sem sagt gerum það saman hátt með göngunum í gegnum fylkið eftir búin að raða því og síðan verðum við að hafa þá aðra leikju þar sem við rekum okkur áfram svo lengi sem ég alltaf að finna sama stakið þá hækka ég einhvern teljara. Þannig kannski ég segi við sem komin að 3 og ef næsta taka 3 þá hækka ég teljaran 3, 3, 3, 3 tel hversu oft 3 byrjar þannig í röð. Svona þegar ég fann næstgildi þá held ég síðan áfram og held alltaf utan bæði núverandi teljara og algengasta staki sem komið hefur. Þannig að það aðeins flokknur að það aðra lykkju innan í. En þetta hérna, þetta eiginlega tengt svona gagnagrunnum. Okkur er gefnir 2 listar, við finna þau stök sem í báðum listum. Gæti verið listi af hlutum. Þetta séu stök sem í báðum hlutunum, þá er allavega eitthvað einkenni þeirra sem þarna tilheyrir báðum listunum. Aftur, við göngum við röðum báðum listunum og erum síðan með vísa sem ganga gegnum það frá byrjun til enda. Hvert skipti sem við erum svona raunin að gera eins konar merge. Þannig að við merkjum alltaf í hvert skipti sem við finnum stak báðum megin. Í öllum þessu dæmi þá erum við komið með verkefni sem verða mjög einfalt eftir við búin að raða þeim. Síðan ýmiss konar tölfræði, við rætt hérna hvernig við notum quicksort til þess að finna miðgildi og þess vegna geti það verið aðrir hópar, þeir sem eru 90%, algengustu 90%. Við getum líka notað fyrir þau gildi sem eru stærri heldur en eitthvað ákveðið. Þar sem þetta stærri en getur verið breytilegt. Þegar við búin að raða því þá er auðvelt að fletta upp hvað er 90. stærsta stakið. Eða 90% af öllum fylkinu. En röðin kemur líka við sögu við ýmiss konar önnur verkefni þar sem það er ekki beinlínis ljóst. Hérna er eitt verkefni úr sem kallast aðgerðagreining. Þetta er formlega sett upp sem við séum að vinna með vélar, við erum að ákvarða hvaða jobb fara á hvaða vél í hvaða röð. Okkur er gefin ein vél, ímyndað þetta þessi gjörfin, við ætlum að raða þeim niður á gjörfan þannig að eitthvað ákveðið sé uppfyllt. Og í þessu tilfelli hefum við áhuga á því að meðal tíminn sem það tekur að keyra jobbið sé lágmarkaður. Það er meðal biðtíminn sem jobbið þarf að bíða eftir. Sem dæmi, ef við okkur gefum þessi jobb hérna, þessi verk
af lengd 7, 1, 2 og 6 og við framkvæmum þessari röð þá er biðtíminn fyrir fyrsta verkið bara 7 af því við kláruðum það, byrjaðum við samstundis og síðan kláruðum við það. Biðtíminn fyrir næsta starf næsta verk er eins og orðin 8 af því að það þarf að fyrst að bíða eftir þetta að 7 klárist og síðan keyrum við það verk þannig heildartíminn fyrir það er 8. Fyrir fyrstin hérna þá er tíminn komin upp í 10, það er 7 + 1 + 2 og fyrir síðasta verkið verður það þá 16 summan af öllum gildunum. Heildar biðtíminn sem öll verkin þurfa að, ef við leggjum saman biðtímann fyrir öll verkin er 7 + 8 + 10 + 16, það er 41. Þá getum við líka deilt í með fjölda verka til að fá út meðal biðtímann. Ok. Segjum sem svo að við viljum lágmarka þennan meðal biðtíma. Hvað er besta strategían? Fyrst dýrustu. Framkvæmum fyrstu dýrustu? Hver önnur hugmynd? Öfugt, framkvæmum fyrst þau léttu. Af hverju? Akkurat. Þau klára snemma. Þannig að ekki bara nóg með það að þau fá þetta lágan biðtíma, heldur hinir þurfa lítið að bíða eftir þeim. Það er miklu betra að þurfa að bíða eftir einum, ef þú þarft að bíða eftir einum, þá er betra að bíða eftir einum sem tekur bara 1 skref, heldur að bíða eftir einum sem tekur 7 skref. Þannig að lausnin er þú einfaldlega bara raða verkanum í röð eftir lengd og byrja á þessum littjófnum. Og í þessu tilviki þá verður heildarbiðtíminn 29. Þetta kallast Shortest Processing Time First Heuristic. Gervigreind, þar er lykilatriði að leita sér gegnum eitthvað ákveðið rúm. Þeir eru með stöður til að ímynda okkur að þeir eru að skrifa skákforrit. Stöðurnar eru þá bara stöðurnar á borðinu og við ætlum að leita okkur í gegnum það, að leita á, þú veist, hvað ef ég gerir þetta og hann gerir þetta og hvað gerist þá, svo framvegis. Þá þurfum við einhverja skipulega leið til þess að gangi í gegnum þess að skoða þessar stöður. Það er eitt af því sem að þeir sérhæfis í gervigreindinni hér í HR. Einn klassísk heuristic kallast A-stjarna, A-star. Hún gengur á því að hún heldur utan þær stöður sem eru í gangi og raðar þeim, heldur þeim í röð eftir einhvers konar gæðum þeirra. Gæðin getur verið, þú veist, það er náttúrulega augljóst að hafa fjöldi manna þú veist með, hvað er það með mörg peð eftir samborðið hann, en þú getur verið um eitthvað annað, hvað ræðir yfir mörgum reytum á borðinu og svo framvegis. Og þessi heuristik leitast alltaf við að fara í þær stöður sem eru hvað bestar og skoða sig áfram út frá þeim. Og þá er þetta rökrétt að halda utan þetta með svona forgangsbiðröð, þannig að maður geta alltaf fundið bestu stöðuna á hverjum tíma. Ég hef nefnt hérna að röðin kemur við sögu eða allaldur það að geta fundið minnsta gildið í breytilegum lista, kemur við sögu í ýmsum reiknirítum. Dæmi þetta eru Dijkstra, aðferð Dijkstra til að finna stystu leiðar í neti. Og það sem við komum til að sjá hérna eftir svona nokkra vikur, finna minnsta spantri í fylki í hérna neti. Önnur slík reiknirít gengur út að raða stökunum fyrst. Það er aðferð Kruskals. Og svo í viðbót er hérna eitt klassískt reiknirít kennt við Hoffmann sem er notað til að þjappa gögnum. Þannig að þá nýtum okkur það að sumir stafir, til að mynda ef við lítum okkur þjappa stafi í texta, sumir stafir birtast miklu oftar heldur en aðrir stafir. Til dæmis birtist oft meðan að Q birtist mjög sjaldan. Nú, yfirleitt þá notum við 8 bita fyrir hvert staf sem er kannski, ef við ætlum að nota lágmarka stærðina á allir fylkinu, öllum textanum, þá er rökrétt að nota lítinn streng fyrir algengu stafina og lengri streng fyrir óalgengu stafina. Og það er það sem þessi aðferð Hoffmann gerir. Hún finnur lágmarks sem besta mögulega svona bitastrengi til þess að raða niður á þessa stafi út frá tíðinni þeirra í textanum. Og leiðin er svo að hún sameinar alltaf þá sem eru óalgengastir
sameina þá í lítil tré, þar til á endanum ertu komið eitt heildartré sem lýsir þessu stafamengi. Ok. Þetta er eiginlega allt sem ég ætlaði að segja hagnýtingar. Spurningar? Einhver önnur dæmi? Ok, þá ætla ég að tengja þetta við annað fyrirbæri sem við komum til að sjá í síðustu 2 vikunum, við kallumst umritanir. Hugmyndin er svo að við notum lausnaraðferðir fyrir eitt verkefni til að leysa annað verkefni. Til að mynda, þegar við vorum að finna hvort að stökin séu öll mismunandi í fylkinu, þá umrituðum verkefnið yfir því að raða og síðan var það mjög auðvelt að leysa verkefnið. Þetta er hugmyndin að við erum einhvern hamar, notum hamarinn og gerum eitthvað síðan viðbót til þess að leysa nýja verkefnið. Og við getum formalisert þetta svona, við erum með 2 verkefni X og Y. Við erum með hamar fyrir verkefni Y, þannig að þá umbreytum við þessu inntaki fyrir verkefni X, þannig að það komi inntak fyrir Y, beitum hamarnum og síðan umritum úttakinu til þess að fá út á endanum svar við fyrir X. Þetta hljómar dálítið abstrakt. En kostnaðurinn við að leysa X er þá tvenns konar. Annars vegar kostnaðurinn við að leysa verkefni Y eftir þessari umritun og kostnaður síðan við þessa umritun sjálfa. Það er að segja að við þurfum að búa til inntak fyrir Y, við þurfum að umskrifa þetta svar sem við fengum fyrir Y til þess að við fáum svar fyrir X. Það ekki eftir að þessi hamar, við getum þurft að nota nokkru sinnum. Stundum er það þannig að við getum bara beitt þessu einu sinni, eins og til dæmis við distinctness spurninguna, en stundum þurfum við að kalla á hann ítrekkað. Og þá er hugmyndin þessi að með þessu, þá erum við búin að umrita þetta verkefni X yfir í verkefni Y. Þannig að við erum búin að einfalda verkefnið. Við erum búin að segja ef ég kom með lausnaraðferð fyrir Y, þá er ég þar með komið með lausnaraðferð fyrir X. X er þess vegna ekki erfiðar heldur Y. Ég veit hvernig ég leysa X þegar ég kom með aðferð fyrir Y. Og þetta nýtist á 2 mismunandi vegu, annars vegar getum við nýtt þetta til þess að bara finna aðferð fyrir verkefni X, en ég getum líka gert það þannig að við getum sýnt fram á Y hljóti þá að vera erfitt verkefni ef X er erfitt. Ég kemur aðeins að því. Tökum við þetta dæmi hérna aftur. Til að finna miðgildi, við getum gert það með því að umrita miðgildispurninguna yfir í röðun. Ekki satt? Við einfaldlega röðum stökunum og síðan skilum við stækinu sem er í miðjunni. Inntakið hérna í X er þá sem sagt miðgildi, Y er röðun, inntakið er fylki, við sendum fylkið áfram óbreytt, við röðum fylkinu, út kemur aðra útkoma, til þess að skila svarinu fyrir X, fyrir miðgildi, þá einfaldlega bara sækjum við staknúmer sem er í miðju fylkinu. Þannig að kostnaður við á að finna miðgildi er einfaldlega kostnaður við röðuna, n log n, pluss bara 1 til þess að sækja lausnum. Við skoðum annað dæmi. Element distinctness er öll stökin mismunandi. Aftur, við byrjum með raðastökunum, berum svo saman þau stök sem eru aðlæg til þess að sjá hvort þau séu jafngild. Aftur, X er element distinctness, Y er röðun, fylkið í distinctness verkefni fer beint inn í röðunina, en núna þurfum við að gera smá vinnslu á leiðin út, ekki satt. Við þurfum að skoða þessa aðlægu stök. Hvað er kostnaðan við það? N. Það er einföld lykkja í gegnum allt fylkið. Og þess vegna er heildarkostnaðurinn, kostnaður við röðun, pluss N. Það er N log N pluss N. Eitt dæmi viðbót. Nú erum við komið aðeins flóknari umritun. Það að finna hvort það sé 3 stök sem liggi á sömu línu. Munið eftir að við ræddum þetta?
Þetta er einu grunnur að þessu skilaverkefni. Hvernig getum við leyst það? Við getum gert það með því að út frá hverjum punkti, þá röðum við hinum punktunum út frá pólhlutum. Síðan getum við borið saman aðlaga hnúta og athuga hvort þau séu með sama hallatölu út frá þessum punkt. Hvort að, ekki hallatalan heldur hornið, pólhornið, séu það sama út frá punktunum P. Það þýðir það að við erum núna með, aftur X er þetta verkefni, 3 kollinjar, Y verkefni sorting, en nú erum við að keyra sorting n sinnum. Fyrir hvern einasta punkt, þá röðum við öllum hinum punktunum. Sem þýðir að kostnaður við þessa lausnaraðferð núna n sinnum kostnaður við að raða. Og pluss annar kostnaður, það var þetta að bera saman aðlaga stök og aftur við þurfum að gera það n sinnum. Kostnaður við að bera aðlaga stök út frá þessum ákveðnum punkti er línulegur heildarkostnaður n í öðru. Þannig að saman gerir þetta n sinnum kostnaður við röðun pluss n í öðru. Ok, nú hlýtur einhver á spurningu. Hvernig gerum við þetta fyrir 4 punkta? Hvernig gerum við þetta fyrir 4 punkta? Þetta er ekki alveg eins, þú tjekkar 4 aðlagi í staðan fyrir 3 aðlagi. 4 aðlagi í staðan fyrir 3 aðlagi. Akkurat. Sko, við erum með punkta, við skulum tekna þessu upp. Við erum með einhverja punkta í planinu. Segjum að þessi og svona. Og við röðum út frá þessum punkti P. Við reynum að gera út frá öllum punktunum, en segjum þegar við erum að raða út frá þessum punkti, þá verður röðunum svo að, ok, fyrst kemur þessi þessi er númer 1, þessi er þá númer 2, númer 3 verða síðan og 4, 5 verða þessi punktur Þannig að þessir eru þá í röðunni 3, 4, 5. Kannski hugsanlega ekki endilega í þessar röð eftir uppslunarleiti. Gæti verið að það væri svona 4, 5 og síðan þessi númer 6. En núna sjáum við að við þurfum bara að halda áfram. Það er að segja, við skoðum þessa aðlagapunkta 3., 4., 5. Þá eru komin í 4 röð. Og þess vegna ef við ætlum að tók hvort þessi 6 í röð, þá þurfum bara að vera 5 punktar út frá P sem eru með sama hallatöluna. Hvernig heldur utan hallatöluna fyrir alla punktana sem voru áður og leitar að Ok, getur orðað þetta aftur, hvað sé ég? Hvernig held ég utan Hvernig mannar algoritminn hallatöluna frá punkti P1 í 1 og P1 til þess að sjá hvor með saman hallatölu. Sjáðu, takk eftir að við röðum öllum punktunum út frá einum ákveðnum punkti. Þannig að núna erum við að raða frá punktunum P. Síðan getum við hugsanlega verið að raða út frá þessum P mert og þá er röðun allt önnur. Þá finnum við línu sem þessi sápunktur fer í gegnum. Og það er engar þrennur sem er þar. Síðan kemur að því við röðum út frá þessum punkti líka. Hvað finnum við þá? Aftur lenda þessi 4 punktar náttúrulega í sömu línu. En af hverju myndir við skoða punktar fyrir neðan? Hvað segirðu? Af hverju myndir við skoða punktar fyrir neðan? Ef þú ert búinn að skoða punktar. Já, þú getur einfaldlega, það er rétt, já, það er praktískt leið til þess að forðast að þú sért að skoða sömu punktarna aftur. Þannig að þú viljir alltaf skoða frá þeim punkti sem hefur sem sagt hæsta x-nitið eða út frá þeir sem er lægsta.
hvernig getur þú fattað þegar þú ert í línu? Hvernig virkar það? Hvort þú ert í línu? Já, sko, hvað þýðir að þú fattir það? Þú hver? Jú, við erum búin að raða þessum punkti hérna út frá þessum hornum. Þannig að hérna hornið mínus 10 gráður, hérna hornið 20 gráður, hérna hornið 61 gráða og það allir þessi 3 punktar að hafa sama hornið út frá punktunum P. Og þessi hefur verið að lokum hérna 90 gráður. Og Þess að þetta er að leita af punktum sem eru línu út frá horninu eða út frá punktunum P, ekki bara punktar sem eru í línu. Akkurat. Það er ekki bara að leita af 3 punktum sem hafa sömu hallatölu sem eru með eða þannig. Nei, það er alltaf hallatala út frá einu ákveðnu punkt. Þannig að þegar ég er meðhaldið þennan punkt P, þá finn ég hallatöluna út frá þeim punkti miðað við P og síðan raða ég öllum þeim gildum í röð. Og athuga hvort það sé einhverju 3 sem hafi sama gildi. Okay. Þannig að við þurfum að reikna hallatöluna, fyrir hvert punkt hérna, þá þurfum við að reikna hallatöluna á hinum punktunum út frá punktunum B, síðan röðum við því í fylki, síðan göngum við gegnum það. Og við gerum þetta fyrir hvern einasta punkt í fylkinu. Og þess vegna erum við að gera n sinnum kostnaði við að raða, heildarkostnaði n í öðru sinnum loka. En þetta er mjög betra heldur en að gera þetta beint af augum, vegna þess að ef við ætlum að skoða alla þrendir af punktum, þá er það hvað mikið kostnaður? Alla mögulega 3 punkta, hvað er margar þrendir? Nákvæmlega? Nákvæmar? Tilda? N choose 3, já. Sem er notabil n í 3 deilt með 6. En það er rétt vaxtarhraðin er n í 3, sem er meira heldur en n í öðru lokan. Ef við ætlum að, eins og í verkefninu, skilverkefninu, því að finna allar ferndir af punktum, hvað eru þær margar? Fyrir ekki það? Akkurat, n þarf að velja 4, sem er það bil n í 4, deilt með 4 hrópmert, sem er 24. Vaxtarhraðin er n í 4. Ok, þetta er annað dæmi svona flóknarröðin. Hérna kemur undan verkefni sem þið ekki reykist á. TSP tendur fyrir Traveling Salesman Problem, Salesperson Problem heitir það núna, eða farandtalaverkefnið. Og hérna sýna þær að maður þarf aðeins að vanda þegar maður talar svona umritun. Vegna þess að hérna er umritun einfaldlega þessi að við umritum verkefnið í röðun. Síðan notum við ekkert röðuna og framkvæmum alla vinnsluna í þessu kerfi hér, þessum kassa. Þannig þá hjálpar það ekki neitt að hafa framkvæmlega umritun. Það tekur vísistíma, þetta er eitt af þessum torleysilega verkanum. Þannig að maður þarf aðeins að vanda sig þegar maður er að tala svona umritanir, hvað þýðir þetta. Hérna er annað dæmi, við getum umritað röðunni yfir að leysa þetta farandtalaverkefni. Aftur, við sleppum því bara að nota nokkuð lausnum fyrir farandtalaverkefni og framkvæma bara röðuna hérna á leiðin út. Til þess að koma fram hjá þessu þá skilgrunum við hérna vandlegar, þessum kallum linear time reduces to a problem y. Þetta er umritunum á línulegum tíma. Það er líka svo kallað margliðubundnar umritanir. Flest af þessum dæmi sem við vorum með voru svona línulegar umritanir. Það er að segja vegna þess að í línulega umritu þá er kostnaður við umritununa, það er að segja þar sem kemur undan og eftir,
hann er línulegur og fjöldi kalla á reiknireiti fyrir upsilon er konstant. Það hefur það áhrif að ef reiknireiti fyrir upsilon er línulegt, að þá myndi reiknireitið sem kemur út fyrir x líka vera línulegt. Því við gerum með línulega kostnað hérna, við gerum með línulega kostnað hér og við erum með einhver konstant kall á þetta hérna og hver af þessi línulegur, þannig að saman verður þetta allt saman línulegt. Og út frá þessu þá getum við núna séð að þessar umritanir sem við vorum að skoða, þær eru flest allar línulegar. Það er finna miðgildi, við notum það bara einu sinni, element distinctness, shortest processing time first, scheduling, allt þetta notaði röðuna bara einu sinni. Hvaða umritin var þá ekki svona línulegu umritin? Hver af þessu umritunum sem við sýndum hérna á undan var ekki línuleg? Það er rétt, þessi er ekki línuleg vegna þess að við framkvæmum miklu meiri kostnað hér. En líka þessi hérna, þetta er ekki línuleg umritun vegna þess að við framkvæmum n sinnum röðunina, ekki bara konstant sinnum. Ég veit að þetta er dálítið tæknilegt en líka mikilvægt. Það er mikilvægt að glíma við þessi tæknilegu viðfangsefni og það sem ég langar að sýna ykkur er það að hvernig maður getur nýtt svona umritanir til þess að sýna fram á að verkefni séu erfið. Við getum nýtt okkur það til að mynda að við vitum að það er erfitt að raða. Það er neðri mörk fyrir það sem er n log n, sem við sýndum með svona ákvörðunartré ef þið munið rétt. Þetta verið fyrirlestur með merge sort. Ef maður nota bara samanburði, þá krefst það n log n samanburða að raða. Trikkið er þetta að ef við getum byggt upp svona línulega umritun, þá getum við þar með nota þessi neðri mörk fyrir röðunina til þess að sýna fram neðri mörk fyrir önnur verkefni. Og þá þarf maður að vanda sig akkurat að röðunni sé svona, umritinu sé línuleg, þannig að kostnaðurinn í það verði ekki of mikil. Þannig að ef við getum til að mynda, ef við erum búin að umrita á línulegan tíma x yfir upsilon, þá getum við rökstuð þar með að þar með hljóti, ef við erum komið með neðri mörk fyrir x, þar með fáum við líka neðri mörk fyrir upsilon. Af hverju? Vegna þess að ef upsilon væri auðvelt, þá nýtist þessi umritun til að búa til skilvirka aðferð fyrir x. En við vitum að x er erfitt. Þannig að þá hlýtur upsilon líka að vera erfitt. Þannig að point er þetta, ef ég geti auðvitað leyst upsilon, þá geti ég líka leyst x. En ég get ekki leyst x á skilvirkan hátt. Þess vegna hlýtur það að vera svo að ég get ekki leyst upsilon. Og ég ætla að taka bara eitt af með þetta og það er ekki mjög flókið. Og það er það að sýna fram á að það krefst n log n tíma að finna kúptan hjúp, convex hull. Við minnum hvað þetta convex hull var, kúpti hjúpur, okkur er gefnir punktar í planinu, við höfum áhuga á þeim punktum sem eru ystir, sem er ekki línulega samantekt af öðrum punktum. Þannig að ef við draugum band utanum, þá myndir bandi bara snerta þá punktar sem eru í þessum kúpta hjúp. Og eins skilgreiningin á kúptu hjúp var líka að punktarnir á hjúpnum væri skilaði þeirri röð sem þeir birtast á þessum hjúp. Það vantar greinilega punktin, hann bara er ekki sýndur þarna á myndinni.
Það er hann bara að gera þetta svona til þess að línan fær ekki og nálægt punktum þarna í þeim. Ef línan væri bein þá væri hann nánast í gegnum þessa 2 punktu þarna niður. Já, en við myndum ekki hafa þessa línu hérna nema að það væri punktur hér uppi. Hann bara vantar á myndina. Þannig að það sem við viljum gera er að sýna fram á að það sé hægt að umrita röðun yfir í þetta kúptan hjúp. Og vegna sem við vitum að röðun er erfitt, þá hlýtur það þar með að leiða af að kúptur hjúp eru líka erfiður. Það er að segja kreft. Ekki inn á dogma. Ok. Þetta er einföld umritun, hún er einfaldlega þannig að við tökum inntakið sem er bara fylgi af stökum, við búum til nýtt inntak fyrir kúptan hjúp, þar sem við tökum hvert punkt, það er x-nitið og y-nitið er einfaldlega punkturinn sjálfur í öðru veldi. Þannig að við tökum þetta fylgi af gildum, rauntölum og einfaldlega finnum samsvarandi gildi á þessari línu, þessari parabólu f af x rétt og x í öðru. Og hvað er pointið með því? Jú, pointið er það að allir punktar á parabólu hljóta að vera í þessum kúpta hjúp. Samanlega. Ok. Sem þýðir að úttækið verður þá að innihalda alla punktana, en skilgreiningin á kúpta hjúpsverkefninu er svo að punktarnir eiga að birtast í þeirri röð sem þeir birtast á kúpta hjúpnum. Og til þess að framkvæma það, þá verður rauninni að skila þeim í röð. Þannig að þeir byrja þá einhvers staðar og fara allan hringinn. Og þar með eru þeir komnir þá í rétta röð af þessum kúpta hjúpsverkefni. Sem sagt, við tökum inntak fyrir röðuna, umritaðum við inntak fyrir kúptan hjúp og við rökstuðum við að þá er auðvelt að taka úttæki úr kúpta hjúpnum og skila þessi fyrir röðuna vegna þess að punktarnir á kúpta hjúpnum, þeim er skilaði í réttri röð og þá tökum við bara x-gildið á punktunum aftur tilbaka og skilum því sem röðu fylki. Og ef kúptu hjúpunum væri auðveldur, tæki línulegan tíma, þá myndi þessi umritun okkar líka vera línulegt reiknirit til þess að raða. En við vitum að það er ekki til slíkt reiknirit. Og þar með erum búin að rökstyðja að þetta sé erfitt að finna kúptan hjúp. Spurningar? Er þetta ekki alltaf heavy? Það er súrt. Ég veit að það er alltaf flóknar að fara að hugsa verkefni x og verkefni y. Það er miklu auðveldari að vinna með konkrétt hluti. Eitt af það sem það þarf að þjálfa í svona námi, það er að reyna að hugsa abstrakt. Ekki bara út frá því sem maður sér á pappír, heldur líka almennt. Hvernig gildir hlutinu almennt selis? Við erum að vinna með reiknir sem vinna á almennt inntak. Okay, það er ein leið til þess að horfa þetta meira abstrakt. Nú erum við farin að byggja annað lag á svona abstraction sem er að hugsa verkefni x, y, z. Hvernig tengist þau saman? Ok. En allavega, það komið að pásu. 5 mínútur.
Ok, við ætlum að skoða ýmskar spurningar og meðal spurningar úr hérna gamla prófum, þetta er frá því fyrra. Ég vil ekki spyrja þér hvort það verði engar spurningar á því formi hvaða aðferð notið til að leysa þetta í þessu tilviki. Og þetta eru kannski spurningar að því tæja vissu leyti, ykkur er gefið að þetta sé röðun en þið vitið ekki hvaða röðun aðferð það er það sem þið þurfum að ákvarða. Og reynum að leysa þetta saman. Þannig að okkur er gefið ákveðan aðstæður og við erum að átta okkur á því hvaða reiknið á best við þessar aðstæður. Til að mynda hérna, lágmarka þarf auka pláss og ná einni góðri tímaflækju. Ok, við viljum sérst að það er tvær kríteríur, annars vegar að það sé lítið auka pláss og lítið ekkert og líka að tímaflækjan sé góð. Hvað ætti við hér? Ætti insertion sort við til dæmis? Nei, ákveð ekki? Tímaflækjan, já, ok. Hvað með merge sort? Á merge sort við? Það er plássið, já, það fellur á plássinu. Ok, selection sort, það fellur líka á tímaflækjunni. Þá setja eftir quick sort og heap sort. Hvort er það á við hér? Í rauninni eiga þær báða við. Þetta verður ekki það nákvæmlega spurt hérna að það væri útilokaði alveg quick sort. Það mætti segja ef ég hefði sagt að góðri verstafalls tímaflækju, þá myndi það útiloka quick sort. Auka pláss, quick sort þarf aðeins auka pláss fyrir það sem er á staflanum en ekki mikið. Þannig að hérna er það hvoru tveggja myndar rétt svar. En inntækið nálægt því að vera raðað. Það verður insertion sort, já. Það verður sérstaklega hentaði vel fyrir það. Já. Ég myndist á tvenn sort sem getur þessu quick sort og hvað? Heap sort. Heap sort? Já, hrúuröðum. Heap sort hefur bæði, þarf ekki að auka pláss og líka með n-log n tímaflækju. Þannig að þetta ætti kannski ennþá betur við hér. En ok, inntækið nálægt yfir raða það akkurat á við insertion sort. Lágmarka þarf tilfærslur á gögnum. Við erum búin að fá þetta sem dæma tímaverkefni, stæmi. Selection sort, já. Selection sort notar eins fáa tilfærslur eins og mögulegt er, línulega. Raða fyrst eftir einu gildi og síðan eftir öðru gildi. Hvaða eiginleika það reiknið að hafa til þess að það sé heppilegt? Það er gangi upp. Já, viðhalda innbyrðisröðun og við kallum það stöðuleiki, já. Okay. Og hvaða af þessum reiknitum sem við skoðum eru stöðug? Selection sort? Já, nei. Come on, þið eru prófi, þið hafa ekki langa tíma. Selection sort? Nei. Insertion sort? Insertion sort, já, það er stöðugt. Merge sort? Já. Quick sort? Nei. Heap sort? Nei. Þannig að eftir sitja insertion sort og quick sort. Hvort á við hérna? Eiga bæði við? Ef það væri einum atriði sem skiptir máli, þá eiga bæði við. En hvað segirðu? Þú sagði quick sort. Meinti insertion sort og merge sort. Er það einn það sem gilda?
En ef þetta er almenn spurning, við sem að ráða og þurfum að uppfylla þetta, þá viljum við vantarlega líka að tímaflækja sér þokkalega góð. Þannig að besta svari hérna væri merge sort. Ok. Heyrðu, stakka þetta aðeins. Ok, er þetta of lítið? Svona. Hérna er okkur gefin hrúga og því að sýna hvað gerist þegar þið framkvæmið ákveðna aðgerða hrúguna. Og þá hjálpar nú til að tekna þetta fyrst upp sem hrúgu. Þannig við erum með 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Svona lítur hún út, ekki satt. Nú á framkvæma del max. Hvað gerum við með því? Jú, þá ætlum við að eyða þessu stakki hér og setja, gera hvað? Nýjuna fyrir upp og svo hún að droppa niður. Og hvert droppar hún niður? Skiptir á við stærra stakkið, skiptir á við stærra stakkið. Þannig eftir situr að 15 færist upp, 13 færist líka upp og 9 fyrir það hálf og aðrir sita á sama stað. Hérna er þetta bara spurningum að átta sig á hvernig þessar aðgerðir skilgreinda. Þetta á að vera alveg ykkur vel auðskilið fyrir okkur. Ok, síðan er beðið að framkvæma insert. Við ætlum að setja inn gildi númer 17. Hvernig gerum við það? Akkurat, það syndur upp á við, flýtur upp á við. Þannig að það fer hérna inn í þetta hólf hér. Og það skiptir þar til að það er komið upp á réttan stað og í þess tilfelli skiptir á við 13, skiptir á við 15, skiptir á við 16. Þannig að eftir situr að 17 verður þá neðst, efst segi ég 16 færist niður, 15 færist niður. Og 13 færist. Alveg klúður er þetta. Við skiptum á 17 og 13, skiptum á þá 17 og 15, skiptum á 17 og 16. Þannig að við tegnum þetta upp á við 9. 13 fer hérna niður að því við skiptum því og 17. 15 sígur þá hérna niður að því við skiptum því og 17. Og 16 sígur hérna niður að skiptum því og 17. Og aðrir eru þá á sama stað, þar sé 12 er hérna, 14 er hér, 11, 10. Nú þetta ætti það að kunna vel, þetta á að vera auðvelt að læra þetta þannig að þið áttið okkur á þessu. Hvað er þetta til? Það er alltaf bara öll til inn í. Það er alltaf ekki það er með þarna. Í staðinn fyrir að setja 13 inn, þá setjum við kannski aftur 15 eða. Hvað gerist þá ef að við setjum einn stakk sem er þegar til? Ef ég hef verið að setja inn hérna 15 til dæmis í staðinn fyrir 17, hvað hefur þá gerst? Hvað hefur þá gerst? Það hefði bara brotið þangað til að væri undir 15. Já, þannig að gamla 15 það situr á sínum stað, við skiptum bara á ef það er virkilega stærra, þannig að við framkvæmum þá bara eitt exchange hérna til að færa 15 upp í staðinn þar sem 13 var. Ok, þetta var held ég allt um þetta. Tvíletta tré, við erum komin á það.
Hvernig eyði ég þessu? Svo kemur þetta. Ef við breytum númeringunni í grundtölu 0 til að nýta þetta hólf númer 0, hver er það formúlan sem gefur hvaða hólf börnhnútsins í hólfi K er í? Ég muniði að við vorum með þessa formúlu þannig að ef við erum með hnút í hólfi I, þá eru börnin þessi hólfi 2I og 2I plus 1. Og þetta gengur upp að því að rótin er í hólfi 1 og börnin þessi er í hólfi 2 og 3. En ef við byrjum á grunntölu 0, þá gengur þetta ekki vegna þess að, ja, það sjáum við að 0 sinnum 2 er bara 0, þannig að þá verður þá hnúturinn á barnið í sama hólfi. Þá sjáum við að, ok, 0 er með börn á stað númer 1 og 2 og 1 er með barn á stað númer 3 og 4. Og þá er rauninu ekki erfitt að sjá að formúlur fyrir vinstra barni verður þá tvisvarsinnum hvað? I plus 1. Já, þetta var að vera K hérna réttar. Og tvisvarsinnum K plus 2. Ok. Þetta var held ég það spurningar sem snéru að röðun hérna í þessu prófi. Skoðum hérna ýmis dæmi úr bókinni sem tengjast röðun. Þessi ætti að vera auðvelt. Er þetta fylgi, þetta er raðafylgi, já. Almennt talað gildir það að fylgi sem er raðað í lækkandi röð er það max hrúga. Svo sýni ég hérna dæmi sem er akkurat öfugt. Ja. Jú, ég getum umbreytt spurningunni. Er fylgi sem er raðað í vaxandi röð, er það mín hrúga? Nei. Athugum að sjá hvað gerist ef við tegnum þetta upp sem hrúgu. Þá sjáum við að hérna er þristur efst. Hann er með börnin 4, 6, 4 með börnin 6 og 9 og þessum 11 og 12. Þetta með börnin 14. Uppfyllir þetta að vera mín hrúga? Þetta fylgi gera það, já. En gildir það almennt alveg? Hvaða eiginleika þarf fylgi að hafa til þess að hafa hrúga eiginleika? Hver er hrúgu skilyrðið? Það er ekki bara með efstastakið að minna en að tvístökin í áfættifælli? Efstastakið minna tvístökin, já. Og? Og það getur við öll fixa hrúgur. Akkurat. Það gildir allar hrúgur líka. Efstastakið þeirri hrúgu er minnstastakið. Það er rauninni nóg að athuga bara fyrir hvern hnút. Er gildi í þeim hnút minna en eða jafnt og gildin í börnunum? Síðan getum við skoða börnin, gildi þeim minna heldur en í börnunum. Og svo framvegis. Og ef fylgið er raðað, þá sjáum við já og þá hlýtur það að vera. Það svarið hérna er já. Hvað spurning var í hina áttina? Er minn hrúga, er það raðað fylgi? Ekki endilega. Hvað væri minnsta dæmi um það? 1, 3, 2. Akkurat. Fylgi 1, 3, 2. Þetta væri þá, myndi vera skráð í fylgi sem 1, 3, 2. Þetta uppfyllir hrúguskilyrðin. Foreldrið er minni heldur en börnin. Ok, flott. Þetta breytir ekki hugmyndina að
lið sem í increasing order sé í? Nei. Það þýðir bara að þetta gildir bara í aðra áttuna, ekki báðar. Ok, hérna kemur líka önnur klassísk spurning. Okkur gefna einhver aðstæður, hvaða gagnagreind viljum við nota? Í þessu tilfelli, í þessum aðstæðum er það að við erum með mikið af insert en bara fáar remove max, del max. Við erum með max, greinilega viljum við hafa max heap, en hvaða max heap? Við erum með fullt af insert aðgerðum, lítið af eyða stærsta stækina. Hvernig förum við að glíma við þetta? Hvaða atriði eru það sem skipta máli hérna þegar við erum að skoða þessar mögulegar útfærslur? Það þarf að vera ódýrt að inserta, já. Það má vera dýrt að eyða, en það verður að vera ódýrt að inserta. Þannig að við getum gefið okkur hérna, ok, táknum þetta þá sem x hérna, þessi fullt af insert aðgerðum og þessi fáar, við getum gefið okkur að þessi bara 1, við getum þá skalað upp gildið á x hlutfallslega út frá því. Ok, ef það er 1 remove max og x insert, að þá höfum við áhuga á rauninni kostnaðnum. Þannig x sinnum, það er fjöldi insertað sinnum kostnaði við insert, cost af insert, pluss 1 sinnum kostnaður við del max. Nú ef við erum með, það eru 3 möguleikar, það er hrúga, það er óraðað fylki og það er raðað fylki. Fyrir hrúgu, hver er kostnaður við hverja aðferð fyrir þessi insert og del max? Ef við erum n-stök, þá kostnaður hverja aðgerð er log n. Þannig við erum þá með heildarkostnaður upp á x sinnum log n. Það er x sinnum log n pluss 1 sinnum log n, það er það bil x sinnum log n. Ok. Ef við erum með óraðað fylki, hvað er kostnaður við insert og hvað er kostnaður við del max? Er ekki insert er meira og minna instant? Já. Insert er konstant. Meðan að del max getur kosta tölverð, rauninni línland tíma. Þannig þá erum við með x sinnum 1 pluss n. Síðan fyrir raðafylki þá kostnaður hvað? Þá er það n fyrir insert og 1 fyrir del max. Þannig þá erum við með x sinnum n pluss 1. Eða konstant. Og þá berum við þetta saman og rökstuðum síðan út frá því hver niðurstaðan er. Og þá sjáum við að það fer eftir því gildunum á x versus n. Ef x er minna heldur en n, þá er hrúgan ennþá góð. En ef x er stærra heldur en n, þá sjáum við að þá verður þetta hérna ráðandi þátturinn. Þannig að í því tilfelli er svarið óraðað fylki. Svona pælingu viljum við geta gert þegar við erum að skoða meta hvaða gagnagreind á best við hverju stað. Hérna kemur önnur spurning, aftur hrúgur. Hver er lágmarks fjöldi skiptinga eða exchange sem við þurfum að framkvæma þegar við erum að gera remove max, del max? Ok, og við erum að gera það fyrir hérna fylgjastar 15, finna eitthvað ákveðið tilvik. Þegar við framkvæmum del max, hvað gerist aftur? Fyrst eyðum við þessu staki hérna og hvað eitthvað svo? Úr neðsta fylki og setjum við. Akkurat, neðsta, sem sagt aftasta stakið. Þetta stak fer hingað upp. Og hvað eru margar skiptingar sem við þurfum að framkvæma? Mestalagi log n. Það er mestalagi hæði, mestalagi fer það alla leiðina niður. En hvað er lágmarkið? Getur það verið að það sé bara á réttum stað hérna? Það sé engin skipting? Ekki að því að það hlýtur að vera minna heldur en stökin fyrir ofan sig. Ok.
Hérna var það bara mestalega þrisvar ef við sígum hérna niður. En gæti það verið sjaldnar? Já. Við veitum ekki hvernig hver hinum einn við miðju lítur út. Akkúrat, við vitum ekki hvernig hittrið er. Getum við teiknað það upp þannig að það sé kannski bara réttur staðum leið og að lendi hér? Ef það sígur hingað niður, þá vitum við að það er ennþá ekki réttur staði, þegar það var minna heldur en þessi foreldri hér. Þannig að bara virkilega háar tölur öðrum meginn og lágar hinum meginn. En það skiptir alltaf við stæðistöluna. Já, skiptir við stærri töluna. Það skiptir við stærri töluna sem þýðir að stærri talan hérna, þetta þarf þá að vera stærri heldur en þessi tala hér til þess að fara hérna megin. En við viljum samt að þetta gildi sé stærri heldur en þau gildi sem koma þar fyrir það. Þannig að ef þetta var 50, segjum að þetta sé 49 og þá viljum við hafa þetta kannski 40 og þetta 42, 44. En síðan viljum við að þessi stök hérna sé minna heldur en 40, til dæmis 30, 25, 14, 11, 12, 13. Og síðan fyllum við inn í þessi stök hérna eftir þörfum. Ef þetta er svona, þá sjáum við að það fer hingað og endar þar. Þannig fjöldi skiptingar í. Þetta er lágmarkurinn. Tökum annað dæmi. Þetta er dálítið sniðugt. Er hægt að útfæra hrúgu þannig að innsetningin taki ekki log-n samanburði, heldur bara log-log-n samanburði. Log-n var hæðin á hrúgunni. Trikkið hérna er að við erum bara að telja samanburði, ekki skiptingarnar. Getum við fundið á hraðvirkum tíma hvar stakið á að fara? Virkina. Munið þegar við erum með hérna hrúgu, þá setjum við hérna neðst niðri og síðan er það einhvers staðar á þessari leið sem að stakið endar. Það sígur upp á því. Getum við fundið staðinn á hraðvirkar átt? Hintið er gefið hérna fyrir ofan. Hvernig getum við notað tvíundaleit? Nei, við ætlum að finna þetta hérna á þessu bíli, en við ætlum að finna hvar á þessari leið við ætlum að staðsetja stakið. Setjum leiðina eins og fylgir í tjöndunum. Já, hvernig þá? Bara beinir með og bara gera eins og maður sem að það er fylgir og gera leiti þar á melli. Akkúrat, við lítum á þetta eins og þetta sé fylgið. Og við ætlum að bera saman við miðgildið á þessari leið hér. Og síðan finnum við miðgildið á því sem eftir er. Og miðgildið á miðgildi. Og þannig að kostnaður er þá bara log af lengdin á þessu fylki. Þessari leið hérna. En lengdin á leiðinni munið að þetta hérna er log n. Þannig að heildarkostnaður er þá bara log af n. Sniðugt. En svo er bara hálft verkið komið þar vegna þess að jafnvel þó sem búin að finna staðinn, þá verðum þá að hliðra hinnu til. Öll þau sem eru hérna fyrir neðan verður þá að síga niður. Minn spurningu, Já. undan þessu, það var bara einskipting, telur þú ekki þegar þú færir nýstakið upp sem skipting? Það er ekki... Ef þú koma að prófa þetta. Já, það þarf að vera vandvirkur akkurat þegar maður segir með spurningar. Það er eiginlega svona Murphys lögmál sem gildir próf. Ef þið skrifa einhvern tíma próf, það er eiginlega þannig að ef það er hægt að misskilja spurningar, þá verða einhver nefndir sem gera það. Hvað er mótið fram og hvað er það upp og hvað er tóma sækja niður? Maður heldur alltaf að það sé augljóst hvað maður sé að meina, en auðvitað er það ekkert augljóst fyrir alla. Þannig að já, þarna myndi maður þurfa að vera vandvirkur og hvað þýðir að skipta.
Herðu, skoðum hérna þessa viðbót. Mjög skemmtileg spurning. Það sem við viljum gera að geta alltaf svarað, vera með eitthvað safnagögnum og það einu sem áhuga á hvað er miðgildið. Við eyðum stökum út og hugsanlega við getum eytt þessi miðgildi og við getum bætt stökum við og við ætlum að fá að svara hvað miðgildið en allar aðgerðina verða að vera skilvirkar. Hvernig getum við haldið utan miðgildið? Hrúgan til þess að halda utan stærsta gildið eða minnsta gildið eftir hvort hún maxhýp eða minnhýp. En það virðist vera erfitt að með hrúgu að því miðgildið einhvers staðar í miðri hrúgunni og við veitum ekki hvað það Við þurfum eitthvað meira en bara eina hrúgu. Hvernig geymum við hrúguna? Já, við geymum það yfirleitt í fylki. Það er bara að poppa henni. Það er bara að poppa henni fylki og raða. Haft fylki raðað, það verður ein leið, já. En til þess að hafa fylki raðað, þegar við erum með bæði insert og delete, þá tekur það línulega tíma að þurfa að halda því röðu. Það er hausverkurinn. Þá er mjög auðvelt að finna miðstækið. Nei, þessi stað viljum við nota tvær hrúgur. Eina minnhrúgu og eina maxhrúgu. Og vinna með það saman. Helmingurinn af stökunum verður í minnhrúgunni og hinn helmingurinn í maxhrúgunni. Hvernig getur það nýst? Við viljum að stóru stökin sé í minnhrúgunni. Stóru stökin annar hrúgunni og litlu stökin í hinni hrúgunni. Já. Þeir eru þá eftir stækki í minnhrúgunni og eftir stækki á maxhrúgunni og síðan allur hvað stækki í miðinni. Akkurat. Við erum með tvær hrúgur, báðar geymaðar endelt tveimur stökum, en það raunni svona, eins og stundaglas. Það sem að þetta hérna er maxhrúga og þetta er minnhrúga. Og þau stök sem eru hérna megin eru öll stærri en þau jafndog. Þessi hérna eru stærri en stökin hér eru stærri heldur en þau sem eru hérna fyrir neðan. Og þá sjáum við að miðstækið er annarkvort efsta stækið hérna eða neðsta stækið hér. Þess að það sem er toppurinn á hrúgunni í öðru hvoru. Það er annarkvort minnsta stækið í efri helmingnum eða stærsta stækið í neðri helmingnum. Þá er mjög auðvelt að finna það einfaldlega með þessu. En það verður aðeins flóknar að halda þessu við. Þannig að ef við eyðum þessu stæki, þá minnkar í þessari hrúgu hér. Og við getum ekki alltaf minnkað í þessari hrúgu. Og má segja að stærsta stæki færi hingað og síðan fyrsta stæki fyrir hingað og annar stæk fyrir hingað og þriðja stæk fyrir hingað. Þá er þessi hrúga orðin alltaf stór. Og þá er miðstækið ekki endilega hér, heldur hérna inn í miðri hrúgunni. Þess vegna verðum við að viðhalda þessum stærðum á hrúgunni með því að ef við bætum við hérna, þá getum við þurft að taka efsta stæki hérna og færa það niður í þessa hrúgu hérna til að viðhalda því að þessi innihalda alltaf helming hvort við séum. En slíkt viðhald tekur bara lokan tíma fyrir hver aðgerð, bæði að eyða og því að setja inn. Þannig að innsetningin tekur lokan tíma og síðan að það lagfæra tekur líka lokan tíma. Já. Toppurinn og minnhrúgunni eftir niðri. Já. Og maxhrúgunni eftir uppi. Já. Ég tekna þetta svona þannig að við sjáum
að gildin eru, ef maður segja, í þessa röð. Þau gildi sem eru hérna niðri eru öll minna heldur en gildin sem eru fyrir ofan. En væri það ekki stærsta gildið í toppnum á lasku? Það er skipt í það. Hvernig getur þú gildið sem að þú miðar við þegar þú ekki skipta í niður? Við verum einfalda þegar við setjum inn í rúðurnar, þá erum alltaf viðhaldið að það sé til helminga. Þannig að ef það eru að koma mörg hérna í þennan neðri helming, þá tökum við stærsta gildið þar og færum það í efri helmingin. Ertu ekkert að horfa á stærðina á stökunum, bara stærðina á rúð? Já. Þannig að viðhalda þessum eiginleika, alltaf helmingur í sitt hvori. Og þá getum við tryggt að miðgildi sé annarkvort toppnum að annar hvori rúðunni. Ok, eitt í viðbótum rúður. Við erum með max rúðu, en við viljum geta svarað því, hvað er min gildi? Ég held þetta að vera villa og sendi hérna skeyti á kennslubóka höfundin. Og hann svaraði, neini, þetta er ekki villa. Þetta á að vera min, ekki max. Hvernig getur maður haldið þetta min líka? Við erum með max rúðu, stærsta gildið er hérna. En hvað vitum við minnsta gildið? Það er einhver staðar í neðstu röðin, já. En það tekur of langan tíma að fara í gegnum neðstu röðin alltaf. Ég bara byrjaði á því að finna fyrst mín og svo bara heldur að finna það. Já, flott. Við höldum utan um þetta minngildi sem við erum búin að finna. Hvernig getum við viðhaldið því síðan? Við þurfum að viðhalda því þegar við gerum insert og del max. Ef við gerum insert, hvernig viðhaldum við þessu gildi? Bara rétt svo passa fram hjá og tjekka hvort það er með nýtt með og svo bara setja inn í. Akkurat. Þegar við fáum nýtt gildi, við erum hérna með 30, og fáum nýtt gildi 25, að þá einfallega byrja það saman, er það minna en ef svo er, þá uppfæra þetta gildi yfir 25 og höldum síðan áfram insertum það. Og næst erum við insertum 22, aftur byrjum saman, ok, þetta er minna en 22. Síðan fáum við síðan 24, byrjum saman, nei, það er ekki minna en. Þannig að insertir er einfalt, hvað með del max? Hvað við þurfum að eyða þessu gildi? Þetta er mjög líklega ekki hæsta gildið nema. Akkurat, þetta er minnsta gildi í fylkinu, þannig að það er mjög líklega ekki stærsta gildið. Í rauninni verður þannig að við eyðum þessi gildi aldrei fyrir en við erum búin að eyða öllum hinum gildan, af því að þetta er neðsta gildi. Þannig að það er mjög auðvelt að halda því við. Ok, sleppum þessari. Eina spurningu viðbót varðandi quicksort. Hvað er dýptin á endurkvæmni í quicksort? Munið það að dýptin á endurkvæmni segir til plássið sem þar, þannig að það verður stærðin á staflanum sem það þarf til að halda utan þessu endurkvæmni köll. Hvað er versta og meðal tilfellið í þessu? Ef við munum rétt, við okkur gefið fylki, quicksort síðan skiptir því upp þannig að tekur þetta fyrsta stak og skiptir restina af fylkinu kringu það, þannig að þau sem eru hérna öðrum megin og hinum megin eru þessi eru minni heldur en skiptistækið og þessi eru stærri en skiptistækið. Og hvað er þá og hvað svo? Jú, svo er málið að þeir eru búin að gera þetta, þá framkvæm endurkvantkall á þetta hérna síðan og svo endurkvantkall á þetta hér. Hvað? Það var enn í öðru blokki en eitthvað versta. Það er tímaflækjan, verstafalls tímaflækja á. Eitthvað eins og enn í öðru. En hérna erum við að spá í endurkvæmnuna. Sjáðu þið að við erum með þetta hérna, síðan hvað endurkvantkall á þetta fylki hér. Og síðan skiptum við því upp líka og endurkvantkall á þetta hérna. Það er ekki bara
Jú, versta fallið nálægt en hvernig lítið það út? Í hvaða tilvikum væri það? Ha? Raðafylki, það ekki rétt. Svo gott sem, já. Hvað gerist með raðafylki? Tökum þetta dæmi hérna. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Við byrjum að skipta þessu fylki upp og fáum það, já, ok, skiptistækið hér, vinstra hlutverkefni bara tómt, hægra hlutverkefni þetta hérna. Jú, það rétt hjá þér. Það myndi síðan kalla þetta hérna. Það er partísjustækið sem þú velur aftan það hæsta eða minnsta sem eftir í. Já. Síðan gerum við endurkvæmt þetta hérna. Við getum þá skipta því. Það við að fá endurkvæmt kalla á 3 stök. Skiptum því, endurkvæmt kalla á 2 stök. Endurkvæmt kalla á 1 stök. Þannig þá hún komið stapla upp á n fjöldast. Þá erum við að sleppa sjöflunni þegar það ekki ráð fyrir að fá raðafylki í sjöflunni. Við erum að sleppa sjöflunni þegar það ekki ráð fyrir að fá raðafylki í sjöflunni. Já, en það versta tilfelli gildir þá yfir alla mögulegar stokkana líka. Ef við erum að tala versta tilfelli, sem þá óendanlega ólíklegt. Algjörlega 100% þetta væri mikilvægt en þá... Já, besta tilfelli það væri alveg fullkomlega. En það skiptir þá alveg til helminga. Og skiptir því til helminga. Þannig að dýftin þá hvað? Hversu oft getum við skipt til helminga? Þar til hún konir í 1 stak. Log n, já. Meðalgildið líka tengslu við log n. Það einhver fasti sem með log n. Hérna koma spurningar úr prófi í Princeton sem fast nokkuð sniðugar. Hérna okkur gefið að við erum með fylki, inntakið fylki af stöfum sem skiptast á, til dæmis BA, 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 BA. Og ætlum að skoða hvað taka þessar mismunandi aðferðir langa tíma til þess að raða þessu fylki. Það sem við viljum fá svona tildaritaátt á því, það að segja hvernig vexa eftir sem n stækkar. Ekki bara fyrir þetta ákveðna fylki. Skoðum fyrst selection sort. Hvað notar selection sort mikinn tíma á svona fylki? Þetta á að vera auðvelt. Af hverju auðvelt að svara þessu spurning varðandi selection sort sérstaklega? Vegna þess að það tekur alltaf jafn mikið tíma, já. Það alltaf jafnmargir samanburðir sem að framkvæma. Það ekkert háð inntakinu. Og hver fjöldin með tildaritætti? Nokkurn veginn n í öðru deilt með 2, já. En þar að valið 2 eða n í öðru deilt með 2. Insertion sort hins vegar háð inntakinu, þannig að þá þarf maður aðeins að vanda sig. Ef við skoðum eitthvað stakk í fylkinu, hvað þarf það að fara langt, bera saman langt með þau sem eru komin hérna undan? Þá vitum við að fylkið þá raðað í 2 jafna helminga, þar sem að það A hérna og síðan B. Hversu langt þarf þetta stakk okkar að færast til? Ha? Það? Nema þessi B, já, ok. Hvað gerist ef það er B? Þá þarf það ekki að fara neitt. Meðan að A þarf að færast á hálfa leiðina. Ok. Þannig að B-gildin færast ekki neitt en A-gildin fara hálfa leiðina. Hvað allir svarið sé þá? Já, nú þurfum við aðeins að telja, sko.
Það eru nokkra leiðir til þess að komast að niðurstöðu hérna. Maður getur gefið sér að sko, gildin er til helminga A og B, þannig að meðalfjallað sem gildi fer er þá bara 1/4 af þessari leið. Þannig að gildi númer I fer þá að meðaltali, gerir I deilt með 4 samanburði. Sem þýðir að þá fáum við summuna I frá 0 upp í n-1 af I deilt með 4. Og þá er þetta 1/4 sinnum summan sem við þekkjum og elskum. I átt að 0 upp í n-1. Þetta var summan fyrir mörgsort. Þessi summa er þið verðið að muna þetta alveg. Þið verðið að þekkja þessa summi hérna. Og hvað er þið svarað á henni? Þessi summa er I í öðru deilt með 2, ekki satt? Þannig að svarið er þá I í öðru deilt með 8. Það er n í öðru deilt með 8. Þannig að það er bara 1/4 af kostnaðanum við insertion sort. Og það er að komast að þessi niðurstöðu aðra vegu. En þetta er allavega ein leið. Hvað með merge sort? Hvað tekur hún langa tíma til að komast þangað? Merge sort virðist vera alveg óháð stærðina fylkinu. Nema þegar það komið til enda, þá gerir það ekki fleiri samanburði, það bara kopíar það. Sem þýðir að ef við erum með 2 hlutfylki sem við erum að merkja saman, þá er helmingurinn hérna A og helmingurinn B og við vitum að við þurfum að umrita þetta yfir í 2 búta með A og síðan 2 búta með B og rauninni það sem gerist er að við þurfum að bera saman allir þess A sem er hérna, þessi A og þessi B en þessi seinni bútur hérna, hann er ekki talið með. Því þar framkvæmum bara kopíeringu. Þannig að í versta tilfelli þá erum við að gera sem sagt n log n samanburði. En hérna sparast 1/4 í hverju merge falli. Þannig að svarið hér er 3/4 log n log n. Smá trikki. Herðu, ég átti að ég var reyndar ekki búinn að sýna öll dæmin hérna að þessu prófi. Það var hérna skemmtilegasta dæmi það var eftir. Já, nú verð ég eiginlega að minnka þetta til þess að þetta komist fyrir. Nei, óps. Hérna er okkur gefin svona fylki og þið er reyna að ákvarða hvaða reiknir þetta á við hvert þessum fylki. Þannig að það sem er hérna lengst til vinstri það er upphaflega fylkið, það sem er hérna lengst til hægri er raðaða fylkið og síðan getum við valið insertion sort, merge sort, bæði ofansækið og neðansækin, top down eða bottom up, quick sort, án stokkunar og heap sort. Og nú þurfum við að reyna að finna hvað á við hvað. Og hvernig í ósköpunni eigið þið að fara að því? Lykilatriði er að átta sig að rifja upp hverjir eiginleikar þessar mismunandi rauðanaðferða. Hvaða fasta einingar gilda þannig lykkjuna? Munið þetta því. Til að mynda, hvað á við selection sort? Hvað gildir fylkið? Fylkið er alltaf skipt í 2 helminga, þar sem annar helmingurinn eitthvað og hinn helmingur eitthvað. Fyrri helmingurinn, þessi minni gildin, þau eru selection sort, þá eru þau röðuð. Ekki nóg með þau séu röðuð, heldur eru þau líka minnstu gildin í fylkinu. Þau eru komin að endanlega stað. Stökir sem koma þar á eftir er eins og er ekki röðuð. En þau eru ekki endilega upphaflegu stöðu vegna sem við gátum hafa skipt við gildin undan. Þannig að við vitum það að upphaflegu gildin
þessi fyrstu gildi verða þá að vera nákvæmlega sömu og í lokaröðinni. Þannig að þá, til þess að finna hvað selection sort þá getum við byrjaði að finna, hvaða dálkar eru með minnsta gildið í fyrsta staki. Þá séum við að það eru þessi 3 hérna. Og þá reyndar eru nokkru möguleik sem komið til greina. Kom ekki til skjón. Nei, ég skrifa ekki neitt. Þetta hér og þetta hérna. Þannig að selection sort getur verið eitt af þessum 3. Hérna sjáum við að það er bara fyrstu 2 sem eiga við. Hérna er það nær það alla leiðina hingað. Það sem kemur þar fyrir neðan er ekkert, virðist ekki hafa neitt sérstakt röðun. Það sem gildir hérna er að, hérna er þetta í rauninni réttri röð alla leiðina hingað, en takið eftir að þetta er ekki endanleg gildi. Þau gildi sem eru hérna til dæmis, gosi kemur á staðinn það sem geta er. Þetta getur ekki hafa verið selection sort sem geti hafa valið öll þessi gildi hérna. Já, það er að því að bæði hver með kái og með hái. Þannig að það er ólíklegt að þetta sé selection sort og líka ólíklegt að sé þetta, þannig að það er nokkuð líklegt að það sé þetta hérna. Hvað með insertion sort? Hvaða fasteyringagildum fylgir þar? Það er aftur að skipta í 2 hluta, fyrri hlutin er raðaður, seinni hlutin er seinni hlutin er ekki raðaður, hvað vitum við meira um það, nákvæmlega? Hver er venslunum milli þessara staka? Stærri stökin sem voru ekki verið óruðulega. Já, við vitum ekki þau séu stærri. Við erum ekki búin að skoða það sem eftir er á fylkinu. Við erum búin að raða þeim stökum sem við voru fyrst í hólfanum, en hin hólfin eru óbreytt. Þau eru óbreytt, sem þýðir að þá verður að passa við það verður að passa við upphaflegu röðunina, ekki satt. Þannig að hérna var ofsi og hver gildi það? Jú, það er bara hérna sem það gildir að ofsi og hver kom aftast. Við getum séð alveg alla leiðina hingað. Þá eru þessi gildi í sinni upphaflegu stað, meðan að gildi sem koma hérna fyrir ofan er í réttri röð. Þannig að þá hlýtur þetta að vera insertion sort. Svona getum við haldið áfram með þessa eiginleika mismunandi röðan aðferða. Heap sort, hvað getum við sagt um fylkið þar? Heap sort hefur 2 fasa. Í seinni fasanum eru farin að skrifa gildin aftast í fylkið. En það er ekkert sem passa við aftasta gildi, þannig að það er ekki komið þangað. Þannig að hlýtur að við hljótum ennþá að vera í fyrri fasanum. Hvað gildir í fyrri fasanum? Nei, stærra, já, akkurat. Í heap sort byrjum við að búa til hrúgu. Þannig að við uppfyllum hrúguskilinin með max heap. Síðan tökum við úr hrúgunni til þess að skila aftast. Þannig að efsta stakið verður þá að vera stærsta þeim sem kemur eftir. Og þá er mjög líklegt að það sé að þessi hérna ekki satt, vera. Og getum borðið saman, jú, standast hrúguskilinin, vera stærra en tala og tríó. Tala er stærra heldur en taka og stef. Og svo áfram, tríó er stærra heldur en saka og ofsi. Jú, þetta er greinilega heap sort. Nú, merge sort, þar erum við búin að samena í búta. Þá getum við reynda að skipta þessu upp. Hvar eru hlutraðari bútar? Hérna er einhver hlutraðað. Þetta er bara eitt stak hérna sem er réttri röð.
Hérna koma 2 stök, þetta getur ekki verið mersort. En hvað með þau sem komu hérna? Munu ofsi rokk 6, það eru 4 í röð, afar bara lagslega, hver mál rita stef, hérna koma 8, faragosi ofsi, 4, mala sína taka vera, lita ofur sola tala. Og við sjáum að þetta eru svona fernur sem allar í réttu röð. Hvaða röðina fyrir þetta þá? Það þýðir þá er þetta bottom-up útgáfa af heapsort sem búið að raða öllum ferndum en á þetta er raðið yfir í áttur. Meðan að hin útgáfan er vantarlega þau sem er hér. Það er sem við hlýðin á, afar bara fara gósi hver. Allt þetta er búið að merkja þessu saman. Lita mala ofur sína, sól og taka tala vera. Það er 1 bútur og geta hver til að skila ofsi saka tríó er annar bútur. Við sjáum að þessi fyrri er bottom-up því við erum bara búin að búa til saman að búta en við erum búin með alla bútana. Alveg í gegn. Hérna er það mismikið í hvorum hluta fyrir sig. Ok, já, ég er búin að tala hans lengi. Þetta að taka hlé. Það er greinilega stutt hlé. Þannig ég ætla ekki vera, ég ætti ekki að eyða þessum góðu setningum á ykkur núna. Ég ætla að tala um system sorts. Ég er búin að bladra allt og lengi. Við förum lítið fram hjá því. Nema, ég held við bara rúllum fram hjá þessu. Segjum hvað, við getum gefa okkur 2 mínútur. Það eru nú, klukkan er ekki nema 53, við höfum 2 mínútur. Eins og ég sagði það eru 2 mismunandi aðferðir sem er notuð fyrir hérna raða í Java. Það er þetta mismunandi aðferðir fyrir primitive týpur, útfæra sem nota comparable, nota comparator. Það er quicksort sem er fyrir grundtök og merge sort fyrir hluti. Af hverju ætla að sé mismunandi aðferðir fyrir grundtök og þessar? Það eru 2 mögulegar svör við þessu. Mér finnst þetta ekki liggja augum uppi. En ein ástæða er svo að ef maður er með svona grundtök þá getur það skipt máli sem er stöðuga röðunaraðferð. Þegar maður vill geta raða hlutunum fyrst annarkvort einum bút, öðrum bút, þriðja bút og svo framvegis. Meðan að ef maður er með grundtök að þá eru ekki þetta að skilja gildin að, þannig að það skiptir ekki eins miklu máli. Hins vegar gildir það líka að ef maður er með grundtök þá skiptir kannski plássið meira máli. Ef maður er komið með hluti þá er greinilega plássið ekki eins mikið atriði. Þannig að við getum þá þolað að nota merge sort á það. Og það er hugsunin hann að baka þetta. Þeir nota mismunandi leiðir til þess að framkvæma partitioning. Ef maður er með lítið fylki taka bara stakið sem er í miðjunni, ekki það sem er fremst. Ef það er meðalstór fylki þá tökum við median af 3, það er að segja fremsta gildi í miðjunni og það er aftasta gildið. Ef það er stórt fylki þá notum við meira 9 stök til þess að svo kallað 2 keys neither. Þannig að við tökum 9 stök sem er þá 9. hvert gildi, n deilt með 9, fáum út 9 gildi, tökum miðgildið af hverri þrend og síðan miðgildið af þessari síðustu þrend. Þetta er mjög góð útfærsla en það er hægt kerfisbundið að spila inn á þetta. Þannig að það er hægt að búa til inntak það sem að quicksort, eins og er útfærið í bókinni, tekur langa tíma. Herðu, já ég ætla að fjalla með þetta assignment. Gera þetta aðeins tíma, þetta er mjög hægt að vera sjálfgefið hvað er sem á að gera. Við eigum einfallega geta svarað þessu verkefni hérna, taka inn safna punktum og finna alla ferdi sem mynda beina línu. Við viljum gera þetta með annars vegar brute force lausn og hins vegar með hraðvirkjalausn sem notar röðun. Í næsta tíma þá förum við síðan í kafla 3 og það er aðeins öðru heldur en lítur út á dagatalinu vegna að taka fyrstu 2 undirkaflana saman.
taka kaflana þar og eftir, í tíma þar eftir svo kallar rúmfræðileg reiknrit. Svo munum við endan líka að hafa hérna auka tíma til þess að fara yfir dæmi. Takk fyrir, afsakið hvað þetta tók langa tíma.